Áramótin framöndan og sprengjusala í fullu gangi hófst á vísvegar í dag hjá björgunarsveitum og skal ég ekki segja ég með á línunni kynningafulltrúa Slysavarnafélag Landsbjargar hann skal ég ekki segja hann Þorsteinn G. Gunnarsson. Heill og sæll Þorsteinn. Já, komðu sæll og blessaður. Heyrðu, nú að þessi ástími áramótin nálgast og nóg að gera hjá hjálparsveitum vísvegar land og Landsbjörg ekki síst. Hvernig er staðan á ykkur núna í dag? Er ekki nóg að gera í kringum þessi áramót? Jú, það er yfirdrifið nóg að gera og búið að vera og ég veit það svona að stærstu sveitir þær byrjuðu í raun og veru bara svona miðjan desember að svona taka upp vörna sínar, setja upp hillurnar og gera verklæðina klárar til þess að þau kannski ekki að vinna mikið jólin, aðrir voru að vinna á annan jólum til að koma þessu upp og þetta er allstaðar komið og hérna fínt og fjölbreytt úrval eins og bara yfirlega hjá okkur út allt land. Undirbúningurinn hér hjá okkur hann hefst svona í fyrstu viku janúar þegar hér er fyrst að farið yfir sölu, vegið og metið, farið að leggja grunna njungum og síðan að panta, þannig að þetta tekur svona árið. Já, og svo er það náttúrulega mikilvægi, starfið ykkar gríðarlega mikilvægt og fólk er náttúrulega hvað til þess að styrkja ykkur og mikilvægt að kaupa frá björgunarsveitunum auðvitað því þetta er svo innkoma sem að þið kannski treystið mest á, ekki satt? Jú, við myndum mjög gjarnan vilja það að fólk myndi snúa sér til okkar þjóðin. Við segjum nú stundum þjóðin treystir á björgunarsveitirnar og björgunarsveitirnar treysta á þjóðina, ekki síst núna því að þetta er einhver allra mikilvægasta fjáröflun björgunarsveitarna. Það eru flugveldarnir og sala núna þessa daga fyrir áramótin og það eiginlega veitir ekki það því að við höfum gengið í gegnum eða ekki þátt í svona stórum mannfrekum útköllum núna svona síðla þessa árs sem að bara kosta heilmikið þannig. Það er vélarkostur, það er eldsneytið og það er ýmislegt kostnaður sem fylgir þessu fyrir björgunarsveitirnar og við leggjum þessu sem ekki vann okkur að kvarta og gerum það ekki en það er töluverðir fjármunir í húfi fyrir okkur núna fyrir áramótin og svo líka í raun og veru fyrir þjóðina sem að treystir á það að við getum haldið út til þessari þjónustu sem að við gerum fyrir land og þjóð. Já, en svo er það náttúrulega þessi aukning sem við kannski snúum okkur aðeins á öðru, það er þessi aukning ferðamannsins til landsins og sem er náttúrulega mikið rætt í dag og hvernig við höfum að bregðast við þessum gríðarlega fjölda ferðamanna og þeir lenda í vandræðum vísvegar blessaðir auðvitað á öllum tímum ársins og núna er þessi ástími, það er snjór og krabb og guðum auðvitað hvar þeir lenda í vandræðum og þá kemur að ykkur mitt í kallið kannski í ykkur eins og þú varst að nefna á þann, þeir eru búin að nokkur útköllin sem að þurfti að fara í núna síðustu missirinn og þau eru dýr og þar fram eftir göttunum en svona spurningum fræðslu til ferðamanna hvar það byrjar hérna hjá okkur hérna heima þegar ferðamann kemur til landsins, hvar það nákvæmlega byrjar eða ætti að byrja og svona hvert ætti að leita til þess að svona fá upplýsingar landið okkar, hvernig þetta bregðast við þegar við lenda í óvissu ástandi. Já, sko við höfum, Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur haft frumkvæði því að vera með mjög öfluga upplýsingagjöf og forvarnastarf einmitt gagnvart erlendu ferðamönnum og við reynum að hefja það töluvert áður en að fólk kemur til landsins meðan það er í raun og skipuleggi Íslandsferðina og þá er það á netinu. Við erum með mjög öfluga þjónustu sem að heitir Safe Travel sem að byggir á þessari upplýsingagjöf og þannig að fólk viti út í hvað það er að fara þegar það kemur til Íslands og
í gegnum þetta kerfi að þá náum við líka að upplýsa ferðamenn stöðuna á vegakerfinu, hvernig veður og vindar á hverju stað og svo framvegis. Við erum með eina 8-10 stóra upplýsingaskjái á öllum helstu ferðamannastöðum. Við erum með starfsfólk allt árið í upplýsingamiðstöð ferðamanna hérna í Reykjavík, þar sem að fjöldinn allur af erlendu ferðamönnum koma sem að skipuleggja ferðir á eigin vegum. Við veitum þá þjónustu fyrir þá sem að eru í göngum eða hjólreiðum eða eru að leggja út í erfiðar ferðir, að bæði að fá hjá okkur neyðarsenda, vera með ferðaáætlunum sína skráða niður í kerfið okkar, þannig að við fáum þá alltaf að vita ef fólk skila sér ekki, og allt miðar þetta að því að fækka útköllum vegna erlendra ferðamanna, og við erum nú á því að það hafi tekist vegna þess að ef við bara skoðum fjölda útkalla í ár að þá eru þau ekki fleiri en í fyrra, reyndar aðeins færri, en þrátt fyrir þessa mikla aukningu ferðamanna. Þannig að þetta segir okkur það að það eru að stórum hluta Íslendingar sem að við erum að sinna. Já, en svona talað ábyrgðina á ef að ferðamenn lenda eða ferðar sem leggja út í ferð landið okkar, svona eins og tölum kannski bara bílaleigurnar, þær eru að upplýsa vel ferðamannin svona landið okkar. Þær gera það og þær gera það mjög margar í samstarfi við okkur, þannig að það mjög erfitt að leigja bílaleigubíl á Íslandi í dag öðruvísi en að það sé fest á stýrið upplýsingapakki frá okkur ferðir og ferðalög á Íslandi, hvernig íslenska þjóðvegakerfið og svo framvegis. Þannig að það enn eitt snertipunkturinn okkar við erlendu ferðamennina. Já. Þannig að við reynum að gera þessi við þess. Svo hins vegar annað mál sem að mér finnst alveg sjálfsagt að ræða og taka til athugunar, og það bara þessi bara innri strúktúr samfélagsins. Ef við tökum svona sem dæmi bara það sem að gerðist á jóladag, þegar að ferðamenn sem eru eðlilega lítt vanir snjó, eða koma á lönduna sem allar snjóar, gera ráð fyrir því að þjóðvegur eitt sé ruddur, og það bara sjálfsagt og eðlilegt að vegagerðin og ríkið sjáu til þess að þessi þjónusta sé veitt. Einkageirinn er farin að sinna erlendu ferðamönnum miklu betur en áður. Það var til dæmis ekki hægt að kaupa mat á aðfangadag og jóladag hér fyrir nokkrum árum og páskana. Það er búið að breyta því, en það er þessi hluti sem þarf að huga líka, eins og til dæmis þarna á jóladag, fram eftir degi var nánast ekkert að verði, það var bara fæðingur og það var bara skert þjónusta þegar voru jól. Og ef við gleymum því að við erum með fullt af ferðafólki gestum á landinu sem eru komin hingað inn til þess að geirum landið og njóta þess. Akkurat. Það er svona að því sem við ræddum hérna í upphafi viðtalsins, flugvallarsalan og allt í kringu það sem að skiptir ykkur gríðarlega miklu máli. Hún hefst í dag. Já, hún hófst í dag. Það var heimilt frá með 10 í morgun að kaupa flugvallar, og við hvetjum fólk til þess að nýta tíman, vera bara svolítið tímalega á ferðinni til að forðast þessa og örtröð sem oft verður á sölustöðunum okkar á gamlársdag, svona kringum hátíð á gamlársdag og jafnvel eftir hátíð, þá er iðulega afskaplega mikið að gera. Þannig að það er fínt að svona drífa bara í kaupunum fljótlega, og þá hafa menn kannski betra tækifæri til að skoða úrvalið og vega og meta hvað þeir vilja. Og svo sjálfsögðu bara að fara öllum með gátt, fara eftir leiðbeiningunum, varðar orðunum sem að á flugvöldunum standa, og sjálfsögðu vera með hlífargleraugu og ullar eða leðurhanska þegar fólk er að kveikja, tendra
í kökunum, sko. Nákvæmlega, þú talar einmitt kökur og svona úrval á þessum flugvöldum öllum að núna taka ný lög ESB, ekki 15. janúar núna? Jú, þannig að það verður hérna einhver breyting vantarlega næstu áramót, en við förum ekkert að gáta það fyrir bara þá ef það verður, því að hérna við vonumst náttúrulega til að geta komið með einhverja nýjungar og aðlað okkur að þessum breytingum. En við látum ekkert Evrópusambandið taka okkur áramóti. Ó nei, alls ekki Þorsteinn G. Gunnarsson, upplýsingafulltrúi og kynningafulltrúi Slysavörnafélags Landsbjargar. Kæri þakki fyrir þetta spjall og njóttu hátíðinnar. Já, takk sömuleiðis. Takk kærlega, blessaður.